Alvarlegar rangfærslur og ærumeiðandi fullyrðingar eru í nýlegum dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu. Þetta segir Tómas Guðbjartsson læknir. Forstjóri Landspítala segir dóminn þungbæran. Báðir segja Karolinska spítalann í Stokkhólmi bera mesta ábyrgð. Stjórnvöld í Pakistan telja að þokast hafi í viðræðum Bandaríkjanna og Írans. Hótanir ganga þó enn á milli ríkjanna. Það ekkert grín að greinast með berkla, segir hjúkrunarfræðingur sem smitaðist við störf sín á bráðamóttöku og lauk meðferð í gær. Hann segir að ráðamenn verði að hlusta á starfsfólk. Gríðarlega þungur dómur, það verð ég að segja. Við erum að reyna að rýna hann eins vel og við getum og við erum ekki komin langt að það. Alvarlegar rangfærslur og ærumeiðandi fullyrðingar eru í nýlegum dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu. Þetta segir Tómas Guðbjartsson læknir. Forstjóri Landspítala segir dóminn þungbæran. Báðir segja Karolinska spítalann í Stokkhólmi bera mesta ábyrgð. Stjórnvöld í Pakistan telja að þokast hafi í viðræðum Bandaríkjanna og Írans. Hótanir ganga þó enn á milli ríkjanna. Það ekkert grín að greinast með berkla, segir hjúkrunarfræðingur sem smitaðist við störf sín á bráðamóttöku og lauk meðferð í gær. Hann segir að ráðamenn verði að hlusta á starfsfólk.
Ástand á deildinni hefur ekki breyst, nei, get ekki sagt það. Bráðamóttakan ennþá yfirfull og hjá okkur liggur fólk á göngum. List og leikir renna saman í Bíó Paradís þar sem hægt að prófa tölvuleiki í óhefðbundnari kantinum. Komið sæl og við viljum byrjaði að biðja ykkur afsökunar á því hvað við fyrir seint í lofti en það fór eitthvað úrskeiðis í tæknimálunum, biðjum ykkur velvirðingar á því. Forstjóri Landspítala segir nýlegan dóm í máli ekkju Andi Mariams Bajeni þar sem íslenska ríkið var dæmt bótaskylt þungbæran. Hann segist ekki geta svarað hvort Tómas Guðbjartsson læknir snúi aftur til starfa. Þetta er náttúrulega gríðarlega þungur dómur, það verður ég að segja, en við erum að í rauninni að reyna að rýna hann eins vel og við getum, en við erum ekki komin langt á þeirri braut ennþá. En þetta er bara mjög þungbært að sjá þennan dóm. Dómur í máli fjölskyldu Andi Mariams Bajeni gegn íslenska ríkinu féll í héraðsdómi Reykjavíkur á fimmtudag. Í dómnum var ríkið dæmt bótaskylt og þar sagði meðal annars að Tómas Guðbjartsson læknir hefði gerst uppvís stórfellt gáleysi og brotið gegn þágildandi læknalögum við meðferð Andi Mariams. Hann var sendur til Svíþjóðar í plastbarka ígræðslu árið 2011 og lést 2,5 ári síðar. Tómas í leyfi frá störfum á Landspítalanum. Runólfur segir að koma verði í ljós hvort hann snúi aftur til starfa og segir ótímabært að svara hvort spítalinn beri traust til Tómasar. Við allavega viljum veita honum allan þann stuðning sem við getum. Það hlýtur að vera, þetta er gríðarlega þungt og sársaukafullt fyrir hann, alveg eins og fyrir þá fyrir aðstandendur sjúklingsins sem ræðir, en það er bara, ég get ekki svarað því að leita á þessu stigi. Runólfur vill ekki taka afstöðu til niðurstöðu dómsins eða hvaða ábyrgð Tómas beri í málinu. Hann segir þó ljóst að reglur hafa verið brotnar og verkferlum ekki fylgt við tilvísun til Karolinska sjúkrahússins í Stokkhólmi. Á hinn bóginn þá voru ekki skráðir verkferlar í þessu efni, þetta voru frekar óskráðar reglur sem var að ræða. En við skulum ekki gleyma því að langstærsti hluti ábyrgðar í þessu máli er á Karolinska háskólasjúkrahúsinu í Stokkhólmi og það er með miklum ólíkindum að ekkjan Andi Mariam Bajeni skuli ekki að fengi bætur þar ytra. Tómas segir alvarlega rangfærslur og ærumeiðandi fullyrðingar persónu sína, meintar hvatir og ásetning í dómnum. Í yfirlýsingu segir hann að alvarlega sé snúið út úr málavöxtum í rökstuðningi og lýsing á atvikum sé í engu samræmi við raunveruleikann. Þessar rangfærslur hefði mátt leiðrétta, hefði verið leitað eftir vitnisburði hans við meðferð málsins. Tómas segir ákvörðun að láta Andi Mariam gangast undir plastbarkaaðgerð hafa verið tekna einhliða af Karolinska sjúkrahúsinu. Ekkert samráð hafa verið haft við sig eða aðra lækna Landspítalans. Hann telur óhjákvæmilegt að dómnum verði áfrýjað. Ríkislögmaður hefur ekki tekið ákvörðun áfrýjun af hálfu íslenska ríkisins. Hjúkrunarfræðingur sem hefur lokið lyfjameðferð eftir berklasmit á bráðamóttöku Landspítala segir stöðuna á deildinni ekkert hafa breyst þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar starfsfólks. Hann segir meðferðina hafa haft áhrif á andlega heilsu og það sé erfitt að horfa upp á sjúklinga liggja á göngum spítalans. Atli Dagur var einn af 8 starfsmönnum bráðamóttöku Landspítals sem voru útsetti fyrir berklum í byrjun febrúar. En það þýðir að þeir höfðu komist í tæri við berklabakteríuna en voru hvorki veikir né smitandi. Í kjölfari fór hann í lyfjameðferð sem lauk í gær. Ég kláraði sýklalyfjakúrinn við berklum og já, hann er loksins búinn. Og þessu fylgdu ýmsar aukaverkanir. Svona fyrst kviðverkir sem voru eiginlega frekar sárir sko. En aðalega fór líka andlega hliðin svolítið í þessu máli. Að greinast með berkla er náttúrulega ekkert grín, satt að segja. Berklasmiti á bráðamóttökunni var ein birtingamynd aðstæðna sem sköpuðust á deildinni í febrúar þegar ekki var hægt að leggja sjúklinga þaðan inn á aðra deildir Landspítala vegna plássleysis.
Hátt í 200 starfsmenn héldu fund og í ályktun þeirra sagði meðal annars að aðstæðurnar á bráðamóttökunni væru svo alvarlegar að þær stefndu öryggi sjúklinga og starfsfólks í hættu á hverjum degi. Þar væru of margir sjúklingar brunavörnum ábótavant og sömuleiðis sýkingavörnum og persónuvernd. Landspítali hefur verið á hæsta viðbúnaðarstigi í hátt í 2 ár. Ástandið á deildinni hefur ekki breyst, nei, get ekki sagt það. Bráðamóttakan ennþá yfirfull og hjá okkur liggur fólk á göngum. Til dæmis erfitt að tryggja svokölluð bráðastæði sem eru ætluð mikið veiku fólki sem þarfnast tækja og ýmis búnaðar. Hvernig að mæta á vakt, mæta í vinnuna í svona aðstæðum? Það er bara andlega drenirandi ef ég má aðeins sletta. Þetta er ótrúlega erfitt að mæta þarna hverjum einasta degi og geta ekki sinnt sjúklingunum í rauninni. Maður á hlaupum að slökkva elda allan tíman. Samkvæmt upplýsingu frá Landspítala liggja þar nú 80 manns sem bíða eftir að komast á hjúkrunarheimili og að mati Atla komin tími til að ráðamenn hlusti á starfsfólk bráðamóttöku. Við þurfum að geta sinnt gamla fólkinu okkar í samfélaginu sem að byggja upp þetta samfélag. Það þarf að byggja fleiri hjúkrunarheimili. Við sinnum bara okkar fólki og gerum það með bestu getu en það sem gerist fyrir utan spítalann verður ríkisstjórnin að grípa. En leið og þessi hlutir lagast, þá lagast ástandið á spítalann. Bandaríkjaforseti sagði í dag að þokast hefði nær samningum við Íran stríðslok. Þá hótaði hann hörðum árásum næðust samningar ekki. Yfirmaður hers Pakistans sem hefur verið í Íran helgina og reynt að miðla málum segir einnig að mögulega hafi eitthvað áunnist. En virðist þó mikið bera í milli. Talsmaður utanríkisráðuneytis Írans segir Írana vilja stríðslok á öllum vígstöðvum, þar með talið í Líbanon. Þá neyti Íranar að semja kjarnorkuáætlun sína. Ekki lengra síðan í gær að bandarískir fjölmiðlar greindu frá því að Bandaríkin og Ísrael myndu mögulega ráðast á Íran að nýju. Ráðamenn í Íran hóta grimmilegum hefndum. بیش از گذشته آمادن مقتدرانه آمادگی دارن که اگر احیانا دشمن خطایی رو صورت بده و یک بار دیگه در محاسباتش اشتباه بکنه سخت‌تر از گذشته دردناکتر از گذشته سهمگین‌تر از گذشته. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium. We need to address that issue. We need to address the issue of enrichment. These are the president's points consistently. Hormússund enn að mestu lokað og afleiðingana gætir víða heim, enda 15 allrar olíu fluttur þar á friðartímum. Þrátt fyrir að ráðamenn í Íran séu vígreifir, finnur almenningur fyrir efnahagslegum afleiðingum stöðunar. گرونی که هست از سالهای قبلم که بیشتر شده گرونی نسبت به سالهای قبل واقعا خیلی بیشتر شده 2-3 برابر شده همه چیزا لبنیات که اصلا کلا فقط در حد یه پنیری میتونیم برای بچه‌ها بگیریم کلا گوشت مرغمون که کلا خیلی اصلا کم شد آرزومون اینه که واقعا تو کشورمون آرامش باشه بتونیم فعالیت سازنده و خوب داشته باشیم. Afleiðingar lokunar Hormússunds finnast einnig á Indlandi, þar sem fjöldi starfsmanna í demantaiðnaði hefur mist störf sín. ईरान का युद्ध चालू है तब से ज़्यादा दिक्कत हो गई है तब से काम पूरा बंद हो गया इससे पहले थोड़ा चल रहा था लेकिन वो युद्ध के हिसाब से ये काम पूरा बंद हो गया है. Borgin Súrat í vesturhluta Indlands þekkt sem demanta höfuborg heimsins. Nær allir demantar sem seldir eru í heiminum hafa farið í vinnslu þar. Síðustu vikur hefur flutningskostnaður hækkað mikið. Eftir að hafa starfað í sömu verksmiðjunni í 8 ár við að fæja demanta var parið meðal tuga starfsmanna sem var sagt upp á dögunum. मेरा जब जॉब चला गया ना उस टाइम मैं बहुत जगह पे ट्राई किया लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रहा था. मैं बहुत जगह पे बहुत फैक्ट्री में गया लेकिन सब लोगों ने मुझे मना कर दिया था. बाद में मैं परेशान हो गया कि अब करूँ तो क्या करूँ. घर पे जाता हूँ तो बोलते हैं पापा ये लेना है पापा वो लेना है स्कूल की फीस भरना है तो काफी मैं टेंशन में आ गया था. Og áhrifana gætir einnig í textiliðnaði í Kambódíu. Viðskipti þar hafa dregist saman vegna Íransstríðsins.
Een van onze klanten, waar we een forecast voor dit jaar van hadden om 60.000 rugzakken te maken. We hebben er tot op heden in de eerste 4 maanden 30.000 gemaakt. En die verwachten niks meer te gaan bestellen dit jaar. Dat scheelt $500.000 aan omzet. Textíliðnaðurinn mikilvægur fyrir efnahag Kambódíu. Verkalýðsleiðtogi ekki bjartsýnn á horfurnar. Fólk hefur náð endum saman með því að vinna yfirvinnu, en víða í textílverksmiðjum hún ekki lengur í boði. ធ្វើឲ្យយើងនឹងវាចំណាយច្រើនអញ្ចឹងក្នុងមួយខែចំណាយទាំងទឹកទាំងភ្លើងទាំងអាហារហូបចុកទាំងអីពិបាកមែនតើអញ្ចឹងអត់គ្រប់ទេ Bæjarstjórnarflokkar Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Viðreisnar í Hafnarfirði hafa ákveðið að hefja formlegar viðræður meirihlutasamstarf. Í tilkynningu segir að vinna við málefnasamning sé hafin og stefnt sé að kynna hann á þriðjudag. Þá tekið fram að áhersla sé á traust og trúnað í viðræðunum, en upp úr slitnaði í viðræðum Sjálfstæðisflokks og Framsóknar þegar fyrrnefndi flokkurinn sakaði hinn trúnaðarbrest. En verið að meta stöðuna varðandi mögulegar viðræður myndun meirihluta í Reykjavík. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna, átti fund með oddvitum Miðflokks, Framsóknarflokks og Viðreisnar í gær, en ekki vitað frekari fundarhöld í dag. Brottgöldum í Svíþjóð hefur fækkað hratt og enginn veit hvers vegna. Fækkun síðustu 10 ár hefur verið svo mikil að dýrin eru metin í útrýmingarhættu. Dýralæknastofnun landsins hefur því verið beðið fólk sem finnur dauða brottgelti að koma með þá til rannsóknar. Förhoppningen är att vi ska få en större kunskap om vilka sjukdomar igelkottar drabbas av. Om man hittar en död igelkott i skogen, ska man alltså ta med den hem då? Det kan man göra om man har möjlighet så och lägga den lite kallt och så. Men det är inte säkert, vi tar inte in alla för obduktion eftersom de ska vara i relativt bra skick. Vi ska säga att det är lite svårbedömt det där och se vilket skick, hur länge den har legat och så när de är hela och har pälsen på så att säga. Það komið ögurstund í skólarhisti, árlegri krafta- og úthaldskeppni grunnskóla. Fulltrúar 12 skóla eru í íþróttamiðstöðinni í Varmá í Mosfellsbæ þar sem keppnin að hefjast og þar Daniel Óskar Jóhannesson. Daniel, hvernig stemmingin? Já, stemmingin gjörsamlega trillt. Hér eru komnir 12 skólar með það markmiði að sigra skólarhreistið 2026. En sögulínan í ár svolítið búið að vera hreisti greipinn og Anna komin með 2 keppendur þar. Já, hjá mér Dagbjört Lilja Oddsdóttir, fyrrum Íslandsmetshafi. Þetta búið að vera svona, mikil dramatík í þessu. Hvernig þetta búið að vera bara fyrir þig? Það er búið að vera mjög gaman að hafa svona samkeppni og þurfi ekki að vera bara ein allan tíman. Þannig að það verður bara mjög gaman. Hvernig svona tilfinningu hefur þú fyrir kvöldinu? Ég hélt að ég myndi vera pínu stressuð en ég er bara mjög spennt. Og hérna mér á vinstri hönd Saga Björgvinsdóttir sem núna með Íslandsmetið og hvernig að koma inn í úrslitin með Íslandsmet á bakinu? Það bara mjög gaman, góð tilfinning og ég er mjög peppuð fyrir þessu. Ertu sammála Dagbjörtu? Hvernig finnst þér samkeppnin? Mér finnst hún bara mjög skemmtileg. Það gaman að hafa smá samkeppni og já, gerir betra. En þeir eru báðar með bakgrunn úr klifri. Hvernig nýtist það í hreistigrip? Ég búin að æfa í alveg meira en 9 ár og mér finnst það hjálpa bara mjög mikið þegar ég ekkert búin að æfa bara hanga. Þannig að ég er bara búin að mæta æfingar og ég held að það svona aðalmálið. Þú ert í klifri og alls konar jaðar útisporti. Hvernig bakgrunn þetta? Mér finnst það bara mjög góður undirbúningur fyrir þetta og já, ég er líka ekkert mikið búin að æfa með að hanga, bara mest klifra. Þannig það hjálpa svona mest. Það verður ótrúlega gaman að sjá hvað þessar stelpur gera og þessir 5 krakkar. Við verðum hérna klukkan 7:45 og ég hvet ykkur að sjálfsögðu til að fylgjast með okkur. Takk fyrir þetta Anna og Daniel og allir þessir hraustu krakkar í Varmá. Leikjahátíð fyrir alla aldurshópa fer fram í Bíó Paradís þessa hvítasunnuhelgi. Þar má finna blöndu af tölvuleikjum, list, sýndarveruleika og tónlist. Hvað svo í gangi hérna? Það leikjahátíð sem heitir Isle of Games og hún í gangi í dag og á morgun. Frá 12 til 6 fjölskylduvæn dagskrá og núna í kvöld, í laugardagskvöldi, þá svona fullorðins dagskrá frá klukkan 6:30 og þangað til 1 í nótt. Hvað þá fullorðins dagskrá?
Þá lifandi tónlist. Við verðum hérna með mjög intense jazz spilaðan í sal 1 við leik sem heitir Ape Out og það verður leiksýning sem fjallar klám í leikjum, þannig að það svona kannski aðeins fullorðinslegra. Við erum hópur af listamönnum, bæði leikjasmiðum, leikurum, grafískum hönnuðum og fleira sem erum að setja saman, þannig að það verið að sýna 11 íslenska leiki og svo eru 4 erlendi leikir sem við bjóðum upp á líka. Hvað eru við svo með hérna? Þetta tölvuleikurinn Saurbær, þar sem að þú leikur þessa bóndakonu á miðöldum að reyna að komast í reif í Torfbæ. En það eru prestar á leiðinni sem reyna að stöðva hana með því að fylla hana af skömm og þú pikkar upp þessi langspil og þá sofna prestarnir og þú losnar við skömmina því. Og þá veðri. Á morgun verður suðvestan og sunnanátt á landinu, kaldi eða strekkingur fram eftir degi, en hægari eftir hádegi og víða gola eða kaldi annað kvöld. Skúrir sunnan og vestan til, skýjað með köflum norðan til og yfirleitt léttskýjað á Austurlandi. Hiti verður á bilinu 7 til 15 stig og það verður hlýjast austanlands. En nánar veðrið að loknum íþróttum. Stórliðin Lyon og Barcelona mættust í úrslitaleik meistaradeildar kvenna í dag. Þetta var í 4. skipti sem liðin mætast í úrslitum. Anton Logi Lúðvíksson átti flottan leik í liði Breiðablik sem vann KR 6-3 í gærkvöld. Það var mjög ljúft að leikast á kottan í gær. Við kíkjum á Formúlu 1, einn verðmætasta fótboltaleik heims og heyrum í landsliðsþjálfurum í hópfimleikum en þeirra bíður það erfiða verkefni að velja landsliðshópa fyrir EM. Hér í íþróttum eftir augnablik. Áður við kveðjum ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Alvarlegar rangfærslur og ærumeiðandi fullyrðingar eru í nýlegum dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu. Þetta segir Tómas Guðbjartsson læknir. Forstjóri Landspítala segir dóminn þungbæran. Báðir segja Karolinska spítalann í Stokkhólmi bera mesta ábyrgð. Stjórnvöld í Pakistan telja að þokast hafi í viðræðum Bandaríkjanna og Írans. Hótanir ganga þó enn á milli ríkjanna. Það ekkert grín að greinast með berkla, segir hjúkrunarfræðingur sem smitaðist við störf sín á bráðamóttöku og lauk meðferð í gær. Hann segir að ráðamenn verði að hlusta á starfsfólk. Ástandið á deildinni hefur ekki breyst, nei. Get ekki sagt það. Bráðamóttakan ennþá yfirfull og hjá okkur liggur fólk á göngum. List og leikir renna saman í Bíó Paradís þar sem hægt að prófa tölvuleiki í óhefðbundnari kantinum. Og þá þessu að ljúka hjá okkur og við ætlum að kveðja ykkur í kvöld með ljósmyndum af tunglinu sem teknar voru í Artemis leiðangrinum. Myndirnar gefa innsýn inn í stórkostlegt og sjaldséð útsýni frá ferðinni í kringum tunglið. Njótið helgarinnar og veriði sæl. Orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at 1,000,000 miles a day in an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic center. Á RÚV í kvöld. Skólareisti. Bein útsending frá úrslitum skólareisti. Í skólareisti keppa nemendur í grunnskólum landsins.